mér finnst að vera mest interesting í þessu einhvern veginn hvað Bjarni ógeðslega kaldur svell kúl á því í þessum umræðu þáttum hann í gær og hann virðist vera alveg til í að vera bara utan stjórnar sem sem eins og sagðir þvert ofan í DNA flokksins einhvern veginn, hann bara alveg já, menn að þið viljið taka þetta, ekkert mál skilur bara Bjarni Ben gæti að sko máleiri Bjarni Ben og svona vita hvaðan hann kemur og hvernig maður hann þá sko hefði Bjarni alltaf plumma sig sko hann svona sko frjálsindur félagshyggjumaður vill ég meina sko þannig að hann það þú veist og hann alveg samfélagsmaður það svona held ég sko vona ég að hann sé að fara í þetta move sem við erum að tala hérna núna og ákveði bara herru ég ætla bara að sitja hjá ég ætla bara aðeins að vera heima sitja og ég vona að hann fái þá bara umboð flokksins til þess að segja bara herru þetta rétt move og við styðum í því og síðan bara byrjum við svona að taka illgresið burt og byrjum bara að hlaða upp í það að vera tilbúnir eftir 4 ár og eins og ég segi við þurfum sko þú veist, alveg sama, þú veist, ég mun aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn, þú veist, það bara, þú veist, hlutaraseðli, ég ætla ekki að fara yfir langar sögum með hverju það getur ekki gengið en sko, þegar ég beti á bara ævisögu af mig, en sko, en máli ég samt vill sér slíkur samt, sko, fá góðan hægriflokk og það þessi máli þú veist, vinstri hjartaði mér, sko, og vinstri maður sem ég segi alltaf ég sé vinstri maður, að sko, hann vill samt fá góðan hægriflokk sem bara herðu við þurfum að löglega hérna veðmál á netinu. Við þurfum að taka ríkisútvarp að auglýsingamarkað. Við þurfum að kjósa með Evrópusambandsins. Við þurfum að vera meira frjáls, við þurfum að vera meira líberal, skiljum við. Þetta er það sem fyrst skipta máli. Ég vil fá svoleiðis flokk og ég held sko og ég vil ekkert fá endalaust mikið af flokkum og þetta leiðilegt kerfi með 10 flokka. En hvernig hægt að taka ákvörðun það að hér eftir ætlum við að vera með blokkir? Þetta bara hefð þetta bara spurning hefð þetta það við erum ekki með þessa hefð það sem að ég væri óskandi að flokkar myndu stilla upp ef við erum hérna vinstra megin í þessu og þú hægra megin og einhver situr hérna við hliðina þér þá bara ef þið kjósið okkur þá ætlum við að vera hérna saman og svo kemur hvernig setjum við slíka hefð á? Já, það með því að ég segi ég ætla náttúrulega að fara að vera með mána hérna í liði, klárt mál, en þá það síðan mitt, fæ ég atkvæðin þannig að ég svona stýri því á móti líka, þá ég líka búin að stilla upp því duglega fólki sem inn í mínu flokki þetta minn skuggamálaráðherra þegar kemur að sjávarútvegsmálum þetta minn ráðherra þegar kemur að ég tilbúin með pakkan hérna bara, þetta það fólk sem ég að bjóða upp á Þetta maður sem að tala fyrir nýsköpun og atvinnutækifærum hérna á Íslandi. Þetta okkar maður þar. Þetta okkar kona hér, skilurðu. Þannig að þú sjáir alveg, já, heyrðu, þetta nákvæmlega sem að ég að fara að fá. Og ég held að leið og flokkar fari að vinna svona, eins og þið eru báðir búin að benda á, að þetta sé bara frábært hjá sjálfstæðisflokki að gefa bara skýrt út, svona við ætlum ekki að svíkja flokkinn. Það náttúrulega bara frábært fyrir lýðræði á þeim. Fordæmi. Já, og ég meina, við erum náttúrulega með þetta áður vinstri blokkin hefur myndast vinstri blokk, skilurðu, og sagt bara, og við erum að fara í vinstri samstarf. Þannig eiga flokkar að gefa okkur kjósendunum valdið að koma með stefnupakkan, koma með það fólk sem að fara að tala fyrir því og tala fyrir bara svona verður ríkisstjórnin eða kýst okkur. Já, eina sem ég ætla að fara fram að og lókum, sko, ef sjálfstæðisflokkur og ríkisstjórn að það væri þá vel þegið bara Áslaug Arna fengi tónlistæðina undir sína hendur, sko, og því hún kemur einhver hlutum í verk, sko, ég þarf eitthvað ráðherra með verkvitt, sko. En Lilja Alfreðsdóttir, hún búin að sko moka undir, þetta sannar sko sjaldan launar kálfurinn og oveldið, og hún búin að moka undir kvikmyndageiran og Hvað meinarðu með moka undir? Dæli í þetta pening. Segðu mig hvað það Hún búin að skapa umgjörð þannig að endurgreiðslukerfi. Já, það bara tekið sem ekki koma inn. Já. Það bara samkeppnishæfni við önnur lönd. Já, hún allan búin að gera. Við græðum meira á því, Frosti. Já, ég er ekki að hallmæla þessu. Nei, ekki þá að segja moka undir. Ég að segja, hún uppskar ekki neitt. Rátt fyrir að gera allt fyrir þetta fólk og henni bara kasta át. Hún búin að standa sig mjög vel gagnvart þessum greinum. Menningu, tónlist og kvikmyndum og þetta fær hún á launum. En málið það launar. Og síðan kemur þetta dæmið, var það betra fyrir samfélagið hún gerði það? Segjum að það verið betra fyrir samfélagið, þá getur Lilja samt gengið út bara stolt af sínu borði og ég held að það sé punkturinn í þessu, Frosti. Að sko, þegar þú kemur inn og það sem okkur vantar svo mikið, okkur vantar fólk sem kemur inn á þingið og bara, herðu, við þurfum að gera þetta og ég
vil þá bara segja, þú veist, að Sigmundur Davíð haga sér svolítið svoleiðis í stjórnmálum, sko. Þú veist, hann bara, við erum að fara að gera þetta, bara let's do it, bara svona eins og foringi. Og það bara alveg sama hvað fólk illa við það eða vel við það, hvert sem ég að fara að gera þetta. Og síðan ég feldur á þingi út í ég gera þetta. En þú gerði samt góðan hlut fyrir samfélagið, alveg saman að það voru háværar raddir sem voru á móti því. Út í að þú vissir að þetta var betra fyrir samfélagið. Að þá, sko, og þú eru samt feldur, þá skiptir það ekki máli, sko. Þú veist, þetta er þetta atrið að þú sért. Og Willum og eftir aðtökum ég sé rosalega eftir. Öll eru að gera mjög fína hluti. Willum, ég sé svo eftir. En þeim bara refsa einhvern veginn fyrir það að búa heila innbretta í þjóðinni að þetta hefur verið svo hræðilegt. Já, ég er alveg sammála því. Willum er bara, sko, það sem Willum gerði, og ég fylgdist nú mikið með merkum Willum, hann stóð sér vel fyrir okkur þjóðaríþróttina og honum verið seint þakkað almennilega fyrir það.